Já, það 19. október fyrir þá sem að hlusta núna, en það aðeins komið stuttlega körfuboltan áður en við förum í handboltan og á línunni kominn leikmaður FSU Ari Gylfason. Kom til blessa og sæll, Já, sætlistu. Hvernig hefur það? Já, þakkarlegt. Já. Herðu, nú tímabilið hafið hjá ykkur og já, hvernig svona hefur þetta lagst í ykkur? Sko, við erum búin að tapa núna 2 heimaleikjum í röð sem að kannski leikir sem við hefum átt vinna, sko. Þannig að það byrjar ekki sérstaklega vel en við erum vongóðir. En hvernig svona, já, hópurinn ykkar, hann mikið breyttur frá seinasta tímabili? Nei, ekki svo sem mikið. Það reynda komin inn svolítið stór leikmaður, hann Chris Kert, hann kom frá Bandaríkjunum og gætti þessu okkur aftur, sem hann var hérna fyrir nokkrum árum. Og svo komin nýjan útlending og 2 unga stráka. En og svo fóru 2 síðan frá okkur, þannig að þetta ekki svo mikla breytingar en eitthvað aðeins. En hvernig hafa svona nýju leikmennir komið inn í hópinn? Þeir eru bara koma ágætlega inn í þetta, sko. Við byrjum frekar seint með alla á æfingum í pre-season en þetta hægt og bíðandi að slífa saman hjá okkur. Okay. En hvernig svona, fyrstu 2 heimaleikjunum búið að vera vel mætt á leikina? Já, bara nokkuð góð mætning. Allavega mun betur heldur en í fyrra og það hjálpa greiðarlega. En hvernig svona, með framhaldið, hvað eru næstu leikir núna hjá ykkur? Við erum núna Stjörnuna í Garðabæ á 50. Og svo kemur bikarleikur held ég að sé 2 vikna frí eftir Stjörnuleikin í deildinni og við fengum Grindavík í bikarnum í Grindavík. Þannig að ég held að sáleikur sé eftir Stjörnuleiknum og svo eftir hann við Þór Þorláksvöll heim. Já, svona alvöru nágranna slag. Já, það má segja það. Hvernig hefur verið svona stemningin í gegnum tíðina þegar FSU og Þór hafa ástuð? Þú ert væntanlega ekki með einhver ákveðna reynsla af því? Jó, við vorum í tveimur gildir. Já. Ertu það? Og FSU Hveragerði, sko. Mikið svona smá rígur á milli en kannski ekki eins mikill að var áður, sko. Nei. En hvernig við spyrðum út í tímabili núna í dómsdeildinni, eitthvað svona sem þú heldur að verði bara svona yfirburðalið í toppbaráttunni? Í toppbaráttunni? Já, þú veist, ekki káringarnir sterkastir? Ég hugsa það. Ég held að eins og við erum búin að sjá núna á fyrstu umferðum allir leikir búin að gríðarlega jafnir og káringar tapa fyrir Stjörnunni. Og hvernig fór hjá þeim í kvöld á móti Þór, veistu það? Já, þeir töpuðu með 10 stigum Þórsararnir en þetta var hörku leikur alveg frá upphafi til enda. Já, Þór leiddi svolítið mikið? Já. Nei, þess maður sé bara strax að öll lið geta unnið alla í rauninni, sko. Við erum til þess búin að Ertu þarna? Já, ég hérna. Ég mér það? Já. Nei, eins og ég segi, sko, þá held ég að deildin sé bara mjög jöfn, sko. Öll lið geta unnið alla. Já. Og það verður spennandi að sjá. Ég veit í rauninni ekki hverju vera eftir þegar deildin lýkur. Það bara að segja það. En já, þú spilaði með FSU þegar voru það ekki síðast í úrvalsdeild fyrir, já, hvernig var það aftur? 2009? Við komumst upp 2008. Ég spilaði þá fór ég til Bandaríkjanna, ég fór sem skiptiremi Bandaríkjanna. Kom svo aftur, spilaði hálft tímabil, það var Rob News sem að þjálfa. Svo fór ég í Þór Þorláksvöll og það fór ég í KFÍ. Og kom ég aftur heim á Selfoss. Og ekki best að vera heima?
Það er ljómandi gott maður. Já, nákvæmlega. Þetta er búið að vera góð núna, ég held að þetta sé 4. tímabilið mitt núna sem ég kem heim. Og þetta er bara, þetta var svaka gaman að komast upp í fyrra og maður er bara mjög spenntur fyrir þessu tímabili. Við erum aðeins að gera okkur í brók. En næsti heimaleikur ykkar gegn Þór Þorlákshöfn, þá væntanlega stuðningur sem skiptir öllu máli? Já, ég býst nú því, ég held að Þórsararnir fjölmennin og leikinn líka sko. Þannig að þetta verður spennandi að sjá, ég held að það verður mjög góð stemning á leiknum. Og þið treystið á, ég sá fyrst opnuleiknum, þá voru handboltastrákarnir mættir og já, þeir létu vel í sér heyra. Já, við reynum að kíkja leiki hjá handboltanum og handboltin svona kemur í staðinn til okkar og við hvetjum hvort annað áfram. Og það er nú nágrannaslagur hjá Selfoss í næsta leiki í handboltanum, það er Milan Selfoss. Á föstudaginn. Já. Eru þið þá mættir alveg snarvitlausir að hvetja Selfoss? Það er spurning hvort við hvetjum þá, við erum ekki bara að hvetja báða aðlega. Já. Það gerir ekki upp á milli félagana? Já, það er erfitt. Þetta er náttúrulega bæði við Selfossingar og svona, það er erfitt að velja á milli. En ef þú fengir að skjóta á úrslit, hvernig endaði þessi leikur Milan Selfoss? Ég var ekki fyrir leikurinn brá 4, þannig var ekki fyrir æfingarleikur daginn. Og ég held að þessi leikur verið bara í játnum, ég segi Milan taki þetta með einu marki. Já, það verður keppnis. Ari Gylfason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á leiktíðinni. Þakka fyrir, gangi þið vel með áttum. Já, bestu þakkir. Bless. Já, það er náttúrulega næsti leikur hjá FSU gegn Stjörnunni sem nú hálfsögulega sliði líka því að það eru nú bræðurnir Sæmundur og Marvin Valdimarsinnir og Justin Sjás sem náttúrulega frá Vík í Mýrdal. En þeir eru búin að koma sér fyrir hjá mér, Gunnar Ingi Jónsson, leikmaður Milan og Andri Már Sveinsson, leikmaður Selfoss og við ætlum að fara að ræða núna handbolta aðeins fram í 10.